ég fylgjandi stuldi. Já. Hann flottur þjófur, hann Raggi, en... Við verðum að fá hraðablöfin og ég styð þetta. Sjá það Guðni, búinn að klippa sig, flotta klipingu. Heldur betur. Davíð skot og skora, glæsilegt mark. Davíð Georgsson með sitt fyrsta mark. Þarna sáum við kerfið það sem Máni kemur út og sækir og Davíð kom bara ferðin og byrja fyrir skot og bara þrykkt honum í hornið. Glæsilegt kerfi hérna. Já, þetta er vel gert hjá Davíð. Ótrúlega sterkur í þessum skotum. Árið Tandri, svo kemur Eyþór. Bjarni í horninu. Jæja, þá kannski... Á línunni er Elvar Tandra og... Óefni, góð vörn hana. Arnór var að læra stað. Það er eitthvað sem segir mér að verði fleiri mörk í þessum leik. En urðu í síðasta leik. Heyrir þú ill í mér, Binni? Já, heyrir svo illir. Ok, ég tala bara hærra. Þá stillaður upp Guðni, Davíð, Siggi í horninu. Sýnist Máni, já, ég taka hottaklimminguna. Siggi gefur hann yfir, færir boltan aftur. Já, þeir lesa það kerfi, þeir kunna þetta kerfi. Já. Þeir vita alveg hvað er að gera hana. Þetta verður hörkuleikur. Siggi fer úr þröngu færi og fer inn á demantinum, Sigurður Magnússon. Þetta var demantskott. Þetta er bara vel gert hjá Sigga. Hann beið. Hann opnar svolítið klofið, Svavar. Setti smá snúning á boltan og Svavar lyfti upp löpunni. Það var vel gert hjá Sigga. Sigurður búinn að vera frábær í vetur. Þetta kannski gerir það að vörðunni á Stjörnunni fari kannski aðeins að togna þess meiri stundur og opna meira ef við fáum þessi hotnamörk. Og skref, við fáum hraðablöf. Raggi komið lengst fram hérna. Nei, við sjáum hann ekki. Davíð, Máni, mark! Þetta er mark! Glæsilegt. Við höfum náð forystu Brynjar. Hrannar Máni skorar þriðja markið. 3-2. Það er 3-2. Þetta eru mörkin sem þurfum að fá Tryggvi. Það er þessi bæði hraðablöfin og seinni bylgja. Það er áreitt frá með Brynjar. Þess vegna er gaman að geta það var fólk frá 4 löndum sem sá okkur í seinustu útsendingu, Þýskalandi, Noregi, Danmörk og Íslandi. Já, og ég viss eitt í Frakklandi. Glæsilega varið. Ég viss eitt í Frakklandi sem náði ekki útsendingunni. Já, bara með rátir í Þýskalandi. Já, ok. Já, þeir stela boltanum. Já. Æ. Allt í lagi. Jón Arnar Jónsson. Varnarmaðurinn sem eru við framann hérna. Skiptir í vörn og sókn. Hann er baneitraður hérna í þessum Indjána. Þrjú. Já, nú þurfum bara að fá flota bolta. Ekki láta brjóta okkur. Láta bolta vinna. Stillir hérna Davíð upp í kerfi. Það voru skýr skilaboð frá Bjarka í gær að spila frekar meira taktískt. Siggi kemur. Já. Þetta verður bara rosalegur leikur. Þetta verður bara eins og allir leikinum að vera. Þetta verður bara hörkuleikur. Við fáum inn boltan. Vel gert í Sigga. Stjörnumenn vilja að fá brot en það var aldrei brot. Jónatan, Raggi fær boltan. Hendi fyrir að koma. Davíð með skott í vörn. Nei. Sýndist það að við komum til. Nei, hann fór ekki í hann. Fór ekki í hann, nei. Bara beinustu leið út af. Kemur Eyþór. Ok, hann fær gult spjald fyrir þetta og þetta er víti. Máni gefur tónin. Vilhjálmur fer á vítalínuna. Já.
Hann skýtur örugglega upp í vinstra megin. Arnór Veita. Hann brosir. Þetta var ekki haus Vilhjálmur, hann vildi meina að hann hefði tekið hann með hausinn. Arnór, hann bara lagðist niður. Arnór var fljótur að setja á það rassinn. Staðan er 4-3. En þá kemur hérna framalega varnarmaðurinn. Slæðir alveg botnin úr þessu. Davíð með skot og mark. Þetta er vel gert Davíð, hann kemur þarna á. Ótrúlega segur þessum Gjörsamlega flata vörn Stjörnunnar. Vilhjálmur er ekki ánægður með þetta. Skammar þarna Elvar Örn. Jæja. Hann stillaður upp. Vilhjálmur í hægri skiptunni. Tandriður í vinstri. Villi upp í skot og vel varið. Ég vil meina Glæsileg það. markvarsli Arnóri. Arnór er með hann í vasanum. Hann las hann alla tíman hana eins og opna bók og Siggi alveg í hotninu. App. Ok. Og Máni fær boltan. Já. Villi er sterkur strákur. Já. Hann fær spjaldina að launum. Já. Það hefur spilað lengi í vörninni. Kemur hotnaklippingin. Kemur Raggi inn á miðuna. Slöggsending á Ragga. Já, 4-4. Við þurfum að fækka hérna miðstökinu okkur. Og Siggi nær næsti að vinna boltan hann í hotninu. Ok. Það er töluverður fjöldi af fólki mætt hér í Austurbergið. Ég þykist vita að þetta sé svona svipað eins og í fyrsta leiknum, nú bara eftir að bætast við. Svo sé ég að keppinautan okkar var rúfur og komnir hérna með vél hérna. Er ekki séns í okkur. Tandri Bík. Þarna mætar honum, vel gert. Villi dribblar og vel varið. Ég segi það, Arnór, hann er búinn að lesa. Að leyfa Villa skjóta bara á hann. Aðeins að reyna á gamla kallinn. Gamla kallinn. Hann er 28 ára. Guðni stillar upp í kerfi. Það er mikið í húi fyrir sigurlið, fer í úrslitaleik deild í efstu deild, fer í úrslitaleik sæti í efstu deild. Já. Á móti Aftureldingu. Aftureldingu sem unnu Eyjamenn í fyrradag, einu marki eftir að Eyjamenn voru búin að vera yfir alla leikinn. Jónatan beint á stærsta manninn hana. Glæsileg vörn hjá Guðna Kristins. Vel gert hjá Guðna. Hvað sagði ég? Ég sagði að hann væri með körfuboltan í sér. Hann er nettur körfuboltamaður. Hann Guðni. Hann er ótrúlega klókur í að stela boltanum einnig. Ótrúlega klókur. Ef maður drippar einu sinni þá er maður búin að missa boltan. Þetta er bara 2 mínútur. Allavega spjald. Já, þetta er örugglega síðasta spjaldið sem fá núna. Þið fá örugglega 2 mínútur næst fyrir næsta brot. Hárrétt ákvörðun hjá Arnari Pétursinni. ATP? Arnari Sigurjónssoni. Hann heitir Svavar Pétursson þessi þannig að dökkari. Dómarinn eru aukaðir í þessu leik, það er alveg hreinu. Já. Þeir fyrirgefa okkur þetta. Guðni. Kemur hérna kerfi, Máni kemur út, sækir Jónatan og Siggi einn inn. Ekki brot. Það var bara ekki brot, glæsilegt inn á að slá í boltan hann inni. Villi komin einn í gegn og skora. Ok. Sýndu sem verið að bróta á Sigga hann að greipi utan á mann þegar hann fær boltan. Nei, það var bara ónákvæm sending, vil ég meina. Það var eftir að sendingin kom. Þá fáum við skilabóð, hefur að guffa hérna hvað er að gera í sókninni. Sjáum hvað gerist. Það kemur á bakvik. Hann sett hann bara beint á pönnun á Svavari. Það var bara beint á trínu á næstu. Hann þurfti bara að hafa sig allan við að halda andlitinu eftir þetta. Hann var mjög heppinn. Þetta er strákur upp á tæpa 2 metra og fær hann beint yfir hausinn utan að velli. Það var lítið pláss þarna. Það var lítið pláss á milli Slávarinnar og hausins. Það var ekki mikið pláss hana.
Sleppið. Þetta er bara rétt held ég. Já, þeir reynda að byrja að vera utan, hann tekur það með sinni teg, ég veit það ekki, Tryggvi. Já, þeir verða bara að reyna að komast inn í sendinguna, það er eina lausn. Megum ekki vera hérna bara bak við hann og lendi í fangi á hann. Þeir verða að vinna hann framfyrir, eins og þeir segja. Willi. Og aftur skýtur hann uppi. Ok. Og nú gefa markmennirnir merki, Malalli kom inn á næsta víti. 5-6. Þetta verður nýfjamt. Alveg fram á lokasegund. Þetta er einu ljósara. Svona hvað gerist, þetta er bara jafnt utan tölum. Þetta var bara góð vörn hjá Villa. Góð hugsun hjá Davíð. Stjörnum að við vinnum boltan, Siggi komur inn fram. Komdu með hann, já, Siggi. Siggi leipur, hann getur náðu þessu. Óöfni. Ok. Aðeins og langur boltinn. Já, það er dýrt að vera töff og við viljum vera töff. Villi Arnór Ver, við fáum boltan. Men verðum að taka... 2 mínútur. Bittu, hvað var þetta? Vegna þess að hann sleppur ekki boltan strax. Hver? Þessi leikmaður, hann sleppur ekki boltan strax þegar hann dæmir. Það var að dæma línu, það er hárrétt hjá Brynjar. Og... Ég held að það hefði verið mark. Hann heyrir ekki í flautunni, þannig að maður kannski... Við skilur þetta, við sjáum að Bjarki komin inn á. Það eru 228 landslíki komin inn á hérna. Áhorfendur höndlaða vel. En ég held að það sé líka bara viljandi gert út af því að við erum einu fleiri. Og það er ekki gengið alveg með Jónundan hann að hæra, með einu fleiri, þannig að við sjáum hvað þetta gefa okkur eitthvað hérna. Davíð kemur hérna að vinna, hann klippir Bjarka inn, kemur með fesendingu, þetta er rétt! Og skor! Svona á að gera þetta. Svona á að gera þetta. Þetta er bara alls ekkert flóknari þetta. Það var bara að þjappa vörnina saman og ekki hleypa þeim upp í skot hérna. Það er uppurvand að sjá svona vel hefnaða svo eins og sóknarleikurinn er búinn að ganga. Þetta er bara byrjunin vonandi. Já. Spjalda hérna Jónatan. Jónatan fær gult spjald. Skemmst að segja frá því að ég er búinn að missa hérna markatöluna. Strax á fyrstu mínútunum. Minn er hérna að uppdeita markaskorið. Hann er með 12 minni, þessi drengur. Þórólfur Nílsen er kominn inn á. Hjálp. Raggi, ok. Ég man nú ekki hverju skorið á Stjörnunni. En ég man hjá ég. Það er algjört aukaatriði fyrir mig. Þeir eru smá vandræði að meina. Þórólfur kominn inn á, hendi fyrir hlítur að koma upp. 35 sekundur í mannin, það er 6-6. Það skot á Tandra og Arnór Ver, glæsilegt. Er vel gert hjá Arnóri. Vel gert hjá honum. Tandri er svolítið mikið hann uppi hérna í fjærhóttnið. Já. Arnór byrjar hann að leik vel. Ég giska að komi í sama kerfi hérna. Kemur Júkafæslan. Davíð uppi og Bjarki með skot og það er fastið í mark. Það mátt ekki miklu muna hann. Mátt ekki miklu muna. Sex. Það voru jafnmargir. Æja. Þetta er bara óefni, hann dettur bara hérna á hníðan. En keyrir inn í fótlegginn á Eyþóri. Áhorfendur verða að skilja það að stundum á Brynjar til að tala ofan í mig. Það er út af því að hann heyrir ekki nógu vel í mér. Heyrir bara voða lítið í þér, Tryggvi minn. Það er ótrúlega gaman að sjá þessa stemningu hérna í Austurberginu. Þetta er bara eins og í gamla daga. Já, Tandri skýtur. Það er nú ívið fleiri núna enn síðasta leik. Miklu fleiri. Jónatan gefur að mána Raggi í hotninu. Hottu. Jó! Þetta er ekkert annað. Ragnar Helgason. Þetta þekkjum við. Raggi eitthvað ósáttur hann við Villa.
Sér að Villi hafi komið vissi í loftinu. Vel gert Raggi. Ragnar Helgason. Og staðan er 7-6 okkur í vil og þessi hálfleikur er hálfnaður. 14 mínútur búnar. Og þeir gleyma sér hérna Íringar. Æjæ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 j
Þeir jafna leikinn 7-7. Þetta verður bara svona þetta leikinn, Tryggvi. Það er bara... Það verður bara jafnt öllu tölum. Við verðum bara sætt okkur við það. Ok. Það byrjaði að Ragga að leysa inn, sýnist mér. Lína. Það fór inn í línuna, þetta er lína. Hárrétt. Já, langt inn í þig. Arnari. Arnari dómara. Davíð kemur á þetta. Sjáum að Gústi komin inn og þetta er bara víti. Þetta er bara mark! 2 mínútur, aftur á sama leikmannin á hann. Þetta er rétt. Vel gert hjá Gústa. Hann Elvar. Virkilega vel gert hjá Gústa. Notaði þarna skriðþungan og bakkaði inn í varnarmanninn. Fór með hann inn í teginn. Og Davíð Georgs fyrir á línuna. Hárrétt dómgæsla. Hvað gerir Davíð? Auðvitað! Þetta sem Bjarki auðvitað gerir síðasta leik. Davíð, hann er töff. Hann ákvað að taka dýrutípuna á þetta og raka svavar hann á. Setti smá Georg á hann. Hann er dáðadrengur hann Davíð. Þess mátti gaman skemmt að Davíð Georgsson hélt alltaf alveg rosalega mikið upp á Kristján Arason. Já. Á sínum yngri árum og ég held hann sé ennþá með treyjuna sem á vegg en þetta er góð vörn hér. Þetta er bara klassavörn og Raggi þarf gult spjald fyrir að stytta sér leið. Nei, fyrir að halda í treyjuna á hann. Raggi segir ég tek þetta á mig. Við þurfum að nýta þetta núna, einu fleiri hérna. Hárrétt Brynjar. Erum með einu fleiri, einu marki yfir. Gísli eftirlitsdómari lætur strjúka á boltanum hérna. Þetta verður alltaf að vera eftir settum lögum og reglum hérna. Gísli rak Róland út úr klefanum klukkutíma fyrir leik á hann. Ekki það að Róland hafi ætlað að svindla heldur. Hann var bara að kynna fyrir honum reglunar. Já. Þá kemur Tandri á þetta, Guðni. Þeir missa boltan. Þetta er rétt. Ok, keira á þetta. Æj. Þarna voru dómararnir aðeins svo fljótir á sér. Við verðum að fá að njóta af Amas hérna. Við erum á heimavelli. Þeir græða ekki á brotinu. Þeir græða á brotinu hérna með að stoppa Guðna hérna. Já. Bjarki kemur inn á. Bjarki komin aftur inn á. Einu fleiri. Sama kerfi hérna, Júki. Og það ætla að hætta klippinguna. Bjarki fyrir upp. Og við missum boltan. Æj. Þetta verðum við að nýta. Við verðum að fá mark. Einu fleiri. Ég skil ekki af hverju þetta gengur ekki upp hjá okkur að vera einu fleiri. Þetta er sára einfalt hérna. Svo erum við sendingi á Bjarkan í hornið. Þetta er út af. Við missum boltan. Missum ekki boltan. Við missum boltan. Hendi komin upp. Æj. Strákar. Æj. Þetta var klaufalegt. Þetta var samt best að segja alveg hrikalegt. Þá kemur Lárus Helgi inn á til að verja þetta víti. Ég spáði því. Ég held að Skóplan taki þetta. Dúndrandi stemning hérna í Austurbergi. Þeir eru að spila Sim og Jóa hérna. Vilhjálmur versus Lárus. Koma Lalli. Aftur uppi. Hann tekur aftur og aftur uppi. Staðan er 8-8. Stjörnumenn halda áfram að spila með þennan Indiana leikmann þarna fyrir framann. Kemur Þorgrímur inn á.
Raggi. Nei, þetta er ekki gott, Raggi. Önnur sendingin hjá hann sem fer hérna forgörðina. Þeir komast í gegn og skora. Við erum ekki að keyra tilbaka. Kemur Hreiðar inn á fyrir Sigga. Þeir eru aðeins að hreyfa liðið sem er bara jákvægt. Siggi fær möguleika að horfa hérna aðeins á. Leikmenn heyra ekkert í hvort öðrum. Ekki frekar en Binni í mér. Jónatan hann að reyna sjálfur. Allt í lagi, við vinnum samt tíma hérna. Þetta er bara guldspjald. Þetta er bara guldspjald. Hárrétt. Þorgrímur fylgdi þessu vel eftir í gólfið sem er mjög mikilvægt til að reyna að fiska menn út af. Hreiðar kemur inn á miðju, gefur á Ragga. Nú er lítið eftir. Nú verða þær helst bara að stilla upp og fá skot. Hendin er komin upp. Hörku vörnina. Hendi komin upp. Þetta er ekki nógu gott. Við megum ekki tapa boltanum hérna. Hann skýtur bara yfir. Nema þetta gerist. Þetta má gerast. Þá geta menn tapa boltanum eins og oft þau vilja. En það verður að drippla hérna beintur fram að varnarmennin náttúrulega alveg út í róa. Já, sjálfsögðu. Við vitum það báðu tveir. Já, sjálfsögðu að stilla upp fyrir hann. Í þessari stöðu. Hendin er löngu komin upp. En nú kemur nýsók. Kemur Jónatan inn á miðju. Nei. Kemur. Allt í lagi. Það eru jafn margir. Þetta var ekki allt í lagi, Binni. Ég myndi kannski ekki segja það, en... Nei. Já. Kontur ekki, kontur. Missa boltan. Davíð kemur. Sækir vitlausum megin eiginlega. Jæja. Hreiðar mátti stela betur, koma með þeim þarna. Við verðum að keyra. Rosalega fáir komnir með þeim. Við verðum að keyra hraðaflöpin. Það er algjör lykill að sigri. Það er bara menn verða að fylgja með þessu 2-3 sem komnir fremst. Davíð. Það munaði. Munaði litlu hana. Áspreyjan eða komist í gegn hana. Staðan er 8-9 fyrir Stjörnuna og 10 mínútur eftir að fyrri hálfleik. Davíð. Hreiðar. Mark! Þetta er mark! Glæsilega gert hjá Hreiðari Haraldsssyni og hann fagnar þessu marki upp í stúku. Já. Já, við erum búin að fá nokkuð. Við erum búin að fá núna 3 mörk úr hornunum hérna. Já, það er jákvætt. Það er mjög jákvætt. Sýnir það bara hvað eru með sterka hornamenn. Þeir eru mjög vel settir í hornunum. Andri kominn inn upp bara alveg á auðum sjó og fara að skora. Arnór ekki alveg ánægður með vörnina. Nei. Skiljanlegt er. Skiljanlega. Hvað gerum við í þessari sókn? Það fær að loka rosalega á það hana. Báðum liðum. Toggi, Svavar Verða. Þetta er... Já. Ekki gott skoti á Þorgrími. Nei. Það verður að útfæra þetta betur. Kemur Þórólfur inn á í sóknina. Svona skiptu línumann. Snöldumennir. Sverrir. Komin inn á. Sverrir Eyjólfsson. Af hverju erum við alltaf á eftir? Guðni fer aftur út af. Ég skil að vissu leyti. Já, ég skil að vissu leyti. Guðni verður að komast fram fyrir mannin. Hann lendir aftur eftir á. Þetta er svipað og brottvísunin á hann. Þetta er ekki gott fyrir okkur. Guðni er mikilvægur leikmaður.
8 mínútur eftir, Vilhjálmur einu sinni kominn á vítapunktinn. Aftur þrumar hann upp. Leggja marka munur, Stjörnunni vil, 11-9, 9-11 og við erum einu færri. Leysir inn og aftur verið Svavar. Vel varið. Já, þetta er erfitt. Þeir komast í gegn og skora. Sko, þetta er munurinn á þessum tveimur liðum. Stjörnumennirnir keyra hraðahlaupin gríðarlega markvisst og þeir eiga bara hróskilið fyrir þessi hraðahlaup. Ég vil sjá íringana gera þetta. Keyra hraðahlaupin af fullum krafti. Já, gott Toggi. Hreiðar fyrir inn. Æjæ. Glæsilega varið. Nei. Þetta er bara töf. Töf? Hann var töf. Jú, það var alveg klárlega. Herðu, leikmaður númer 13 sem heitir Sverrir Eyjólfsson, hann stóð bara í opnu færi og gaf út aftur. Já, þetta var bara vel dæmt. Þetta var bara vel dæmt og Svavar á hróskili fyrir þetta. Ég gef honum þumalinn. Æj. Toggi leitar rosalega í fangið á Villa og þeir eru búin að... Það virðist vera svona ástarsamband og myndast sem milli þeirra þarna. Ég held þeir borði saman í hádeginu fyrir hvert einu leik. Leggjast í faðmlögum. Þeir elska hvort annan. Raggi kemur hana. Æj. Þetta var vel gert í Ragga, bara skotið ekki nógu gott. Já. Þeir komast í hraðahlaupið aftur og komast í gegn og skora. Nú tekur Guðfinnur leikhlé. Íringa taka leikhlé. Ekki setna vænna, hann þarf að gera eitthvað í þessu. Það er illa fer. Það er 4 marka munur. Stjörnunni vil. Já. Hvað er að klika minn? Hvað er að gerast? Hvað er að klika? Sóknarleikurinn er að klikka og þar leðandi eru að fara hraðahlaup í baki. Og við erum bara að fá einhver 3 eða 4 eða 5 hraðahlaup á okkur, ég kæla með töluna að því. Og það er bara sem skilur milli liðanna. Gerum klaufamistök, fáum tæknivél í sókninni og fáum hraðahlaup í baki, þeir eru ekki nógu fljóttir heimildur. Algjörlega sammálaði Brynjar og mér finnst Stjörnuliðið einhvern veginn betur innstildara akkurat núna. Einfallega þegar ég sé hraðahlaupin og þeir keyra hraðahlaupin. Þetta er nákvæmlega það sem ég hefði viljað sjá íringana gera. Nákvæmlega. Þetta er bara það sem skilur milli. Það eru liðin, það eru jafn margir, jafn í liðum. 6 mínútur eftir að fyrra áleik. Við erum 4 mörkum undir. Hvað ég má segja? Við viljum ná þessu niður í 2 allavega. Já, við verðum að minnka smunni fyrir hlýja. Það verður að gerast. Við eigum ekki missa lengra frá okkur. Þarna eru búin að stilla upp í svo kallan... Æj. Rosalega spýtið tempo á þessu. Þetta er svo erfitt. 2 mínútur á Villa. Villi fær 2 mínútur, já. Hvað segir þú við þessu? Mér sýndist þetta að vera voða lítið. Þetta var ekki 2 mínútur. Tóki tekur snúningin og missa jafnvæg á dettur. Ég veit ekki hvort hann hafi verið við treyjuna á hann, ég sá það ekki. Ég verð að segja að ég skil Vilhjálm í þessu. Þetta var harður dómur, en góður fyrir okkur. Það sjálfsögðu. Þá erum við einum fleiri, við verðum að nýta. Taka sama kerfi hérna, Júka. Þorgrímur, Jónatan, verðum fann í gang. Já, sérðu,
Þarna gerist þetta sem við erum búin að tala um. Jónatan skoraði þegar hann kemdi í svona færi. Þetta er allt og erfitt þegar hann kemur beint á 2 risastóra varnarmenn. Þegar hann fær svona flugbraut og það er aðeins einn varnarmann. Það er líka að vera strax mikið auðveldara. Það er líka að vera að búa til fyrir hann. Það er verið að klippa hann og það er verið að taka 2 menn í sig og hann kemur á ferðin og fær bara gott skot. Hárrétt. Núna verðum við að nýta okkur þetta. Það eru 4,5 mínútur eftir og 10:13. Þá kemur Þórólfur Tandri. Passa okkur að vera ekki of lappir. Vera að mæta út. Klemmir. Glæsileg vörn. Gott okki. Þorgrímur kemur vel innstilltur inn innan leik. Við erum að fá skap í þetta. Drömmur skoti á Tandra hérna í gegnum vörnina. Stillum við upp. Við erum bara Ágúst. Gústi. Skýtur bara í pungin á hann. Hann skýtur bara beint í markmanninn. Æ. Þetta er ekki nógu gott og Gústi veit það. Við verðum að setja þetta inn. Verðum að skora þessu. Við getum ekki verið að fá mörk á okkur hérna. Einum fleiri. Ef við ætlum að vinna þennan leik. Það er svo einfalt. Það er bara ekkert flóknar en það. Þórólfur hérna kemur bara fiska fríkast. Og þeir eru að fá manni sig inn á og þetta var nú ekki 1-1 í þessum 2 mínútum. Það var ekki mikið að gerast hérna í Stjörnumönnum. Tandri kemur hérna bara með þrumufley hérna og við beint í bláhotnið. Jæja, við verðum bara að fara að klippa hann út bara. Þetta gengur ekki. Við eigum ekkert svar við þessu, ekki neitt. Það verður að fara að stoppa þessu skotendur. Hreiðar, skorar. Gott mark hjá Hreiðari. Vel gert þarna. 15 mörk er allt og mikið. Við erum að fá okkur 80 mörk í öllum hinu leiknum. Síðasta leik. Við verðum að vinna boltan aftur núna. Það er nokkuð ljóst. Þetta er bara ruðningur. Þetta er rétt. Hárrétt. Góð dómgæsla. Ég verð að segja það, þeir eru búin að standa sig með prýði. Það dáða drengir þessi dómara. Jónatan komin í gegn og þrjum. 13 hverju. Æ, maður er nýbúinn að hrósa þessum mönnum. Æ, ég ætla að hætta því. Ég veit ekki hvort þið getur fengið að sjá þetta aftur, Davíð. Joke. Mér síndist, ég veit það ekki Tryggvi. Mér síndist hann dribla og koma svo í hreyfinguna, ég veit það ekki, það getur vel að það verið skrif en mér síndist ekki. Nei, það held ég ekki. Það er kannski svolítið hlutræður. Nei, við erum alveg hlutlausir. Ágúst hérna, sterkur, Þetta er rétt, Þorgrímur Ólafsson. Æ. Toggi verður að setja þetta inn. Hann er búinn að gera þetta allt svo rosalega vel. Það er svo... Þetta er svo dýrst, hann Ja, nýtir þetta er þessu dauðafæri. Þetta er svo sorglegt því að hann gerir allt vel í þessari fintu. Kominn í dauðafæri. Eyþór kominn í hægri skeytuna á Tandrið á vinstri. Þórólfur á miðunni. Kemur þetta. Shit. Þetta er eitt einfaldasta kerfið í handbókinu. Já. Og þetta skrifast einungis á Ragnar Helgason. Við sofnum bara að gjössalega hann að verðinum. Sigur er komin í hægra hornið. Það er bara lína. Lína Ágústa. Þetta er erfitt. Tvígrip. Það er leik hlé. Tvígrip segi ég bara eitthvað. Elvar er búinn að biðja leik hlé. Það er 5 marka munur. Þetta er bara 5 marka munur. 5 marka munur, já.
og þetta getum við bara ekki verið sáttið við. Við erum á heimavelli hérna og erum að fá okkur 16 mörk hérna. Það vantar eitthvað svona neista í strákana. Setja snefan upp í loftið og við erum svolítið kallar sko. Rósa stjörnumönnum fyrir góða stemming og þeir eru bara mættir að klára til leiks. Já. Og bara því miður þá finnst mér við ekki vera klárir. Það vantar hennar neista sem Stjarnan með. Ég verð bara að segja það, ég sé það bara í augunum á stjörnumönnunum. Þeir eru miklu ákveðnar. Já. Og menn verða bara að taka sig saman í andlitin í hálfleik eða þeir ætla ekki að skítapa þessum leik. Já. Svo einfalt er það. Það er mikilvægt að fá ekki að marka okkur núna. Gríðarlega mikilvægt. Já. Hann skýtur yfir. Það eru 3 sekúndur. Já, staðan er 11-16 í hálfleik. Brynjar. Er þetta eitthvað svipað í síðasta leika? Þetta er mjög svipað og það gerist strax í seinni hálfleik. Við gátum ekki skorað og fengum þessum ódýru mörk á okkur. Það sem blasir við mér er í rauninni bara hvað stjörnumennirnir eru miklu ákveðnari. Miklu ákveðnir og geislar á þeim alveg bara leikliði og barátta. Algjörlega og hungrið er þeirra megin. Ægir er komin út á gólf og hann ætlar aðeins að fá að heyra í Arnóri markmanni. Þeir eru 5 mörkum undir hérna í hálfleik. Svona í sannleika sagt, hvað finnst þér þið Ýringar þurfa að gera til þess að vinna þennan leik? Við erum bara að slúta sóknum okkur almennilega og koma tilbaka, það er eina sem við erum ekki að gera. Við erum að fá okkur 7, 8, 9 mörgum hraðbúlum í þessum leik. Það er bara eina sem við erum að gera og vinnum við þennan leik. Fáum við breytt í hérna í seinna leik. Það er rétt að vona að það sé eitthvað í gangi hérna inni. Við trúum ekki öðru. Flott, gangi vel. Já, ekki veit ég hvað Arnór sagði þarna en Ég sé ekki erlend Ísland í húsinu. Ég er bara að leita hér að potentialum til að tala við, erum að gera eitthvað út úr þessu. En að fá að reynda, ég og Brynjar séum ekki bara babli eitthvað hérna. Þess mátti Ég sé reynda Björgvin Hólgesson upp í stúku ef að kannski að... Já, er það ekki eitthvað nóbóti bara? Ha? Er það ekki eitthvað nóbóti bara? Já, ekki eitthvað nóbóti, já. Hann er þarna bróðir hans Einars Hólgessona. Já, hann er þekktastur fyrir það. Nei, hann er dáðadrengur Björgvin. En gríðarlega, ég veit ekki hvað hérna gríðarlega skal segja. Já, ég er eiginlega bara svolítið sleginn yfir þessu, ég verð að segja það. Alls ekki ánægður með þetta. Ég bjóst bara við allt öðrum leik frá okkar mönnum. Mér finnst þess að þau eru lítið til að menn brotni, að menn gera mistök þess að menn verður hræddir og það bara má bara ekki gerast í þessu sporti. Menn verður alltaf... Það má alls ekki gerast í svona leik. Nei, alls ekki svona mikilvæg leik. Þetta er leikur upp á líf og dauða og menn eru bara farnir í sumarfrí ef þessi leikur tapast. Já, það er ekkert flott en það. Þá er ÍR að fara að spila sitt 4. tímabil í annarri deild. Já. Og, ja, 4., 5. 5. tímabili. 5. tímabil. Við fórum niður 2008. Það er árið. 2008 spilum við í annarri deild. Við fórum niður, ja, 2007. Við fórum niður 2007. Það verður á 4. tímabili. Já, kreppan fer illa í okkur. Já. Stjarnan var seinast niður í annarri deild 2005. Já. Þá lenda þeir í neðsta sæti. Þetta er sama ár og ÍR var bikarmeistari og endaði í 3. sæti.
held ég, örugglega. En Stjörnumenn náðu svo að lyfta sér upp, öllu heldur var þeim gefið eftir deildarsæti eftir að hafa verið í annarri deild 2005 og eru búin að vera í ágætismálum hérna síðan þá. Ég man ekki hvenær þeir fóru niður þarna akkurat. Jú, það var bara í fyrra. Það er hárrétt. Ég man þetta ekki. Þeir voru í úrvalsdeild í fyrra. Ef að taka okkur pásu. Tökum okkur pásu og við sjáumst eftir cirka 7-8 mínútur. Já. Bara þakka okkur. Hvað segirðu Tryggvi? Heyrðu í mér? Ég heyri pínulítið í þér, Brynjar. Það er alveg skelfilegar aðstæður hérna.
Ég átti að hringi einhvern veginn á Skype. Ég hef nú engan tími í það. Engan tími í það. Það er einhver sem er í Þýskalandi sem nær ekki sambandi og sendi einhvern veginn skilabóðum að hringi svo á Skype. Já, ég veit það. Jæja. En ég vona að Gíja sé komin í samband við gerfunettinn. Þá erum við mættir aftur hérna. Þá er leikurinn að hefjast. Og Jón Bjarki er komin inn á. Komin í vinstskiptuna að láta einn ungan graðan hérna að vera að sækja alveg láta. Já, við vorum svolítið neikvæðir hérna, enda sláandi, en það getur allt gerst í þessu leik og við sýndum það nú bara í seinasta leik að ná 7 marka mun á 6 mínútum sem var frábær árangur. Nú verða þær að fara að slökkva þessa leiðilegu tónlist hérna áður en ég æli yfir varamannabekkina. Þetta er alveg skelfilegt. En þetta er engan veginn búinn, Tryggvi. Það er nóg eftir þessu leik, við erum að tala um 30 mínútur og 5 mörk. Það er hárrétt hjá Brynjar, þetta er langt frá því að vera búið og í eininga byrja þetta. Við þurfum bara að setja þetta niður í 4 mörk strax í fyrstu sókn. Fyrst og fremst verður attitútið að koma og nú er Jón Bjarki kominn inn á. Það var svolítið við köllum eftir. Hreiðar kominn inn. Þetta er mark! Glæsilegt mark! Glæsilegt mark hjá Hreiðari. Þetta er einfalt spil, Jón Bjarki og Hreiðar. Glæsilega gert. Lagði hann yfir hausinn á hann. Þeir taka Tandru út. Við tölum mitt í hálfleik, Binni. Það er eins og Bjarki heyri í okkur. Hann heyri í okkur. Náttúrulega að vera þeirra skæðasti leikmaður í þessu leik Siggi, þetta er algjörlega ótækt. Þetta er bara 2 mínútur. Frekar að sleppa honum bara ekki vera að rífa í treyjuna. Við megum ekki lenda í þessu, þá verðum við frekar bara að sleppa honum. Siggi ósáttur sjálfan sig hérna. Þetta er rándýrt. 12-16. Andri fær hérna bara auðan sjó og Arnór ver. Arnór ver. Arnór Átan. Kannski bara betra að hleypa honum bara í opið skot og þá sér Arnór kannski boltan. Já. Glæsileg markvart hjá Arnóri. Byrjar þetta vel. Kemur Raggi aftur inn á hérna í hægra horni. Siggi með 2 mínútur á sér. Sjáum hvað gerist. Guðni. Þetta er bara... Það rífur úr treyjuna á hann. Guðni, Hreiðar í horninu. Guðni kemur upp á þetta núna. Þetta er fríkast. Guðni er alveg skugginn af sjálfum sér síðan í fyrsta leiknum. Það sem að vera mjög aggressífur. Guðni kominn í vandræði í horninu, allt í lagi, við fáum fríkast. Við erum að bíða eftir leikmanninu okkar, það er mínúti í hann. Hendi kominn upp, Raggi skýtur fram hjá. Fáum hérna hraðlið við baki á okkur. Eigum að geta fiskar ruðning á þetta, við erum klókir. Glæsileg markvarsla í Arnóri. Glæsileg markvarsla í Arnóri. Það er vonandi að Arnór komi virkilega sterkur inn í seinni hálfleikinn. Alltaf voru bara heppnir, Jónatan misti bara boltan. 30 sekúndur leikmanninn. Jæja, Hreiðar, Jón Bjarki. Guðni. Guðni með skot, það er varið. Tilínan er kent en þá. Línan alveg gapandi frí hérna og þeir komast í gegn og skora. Hreiðar verður. Já. Þetta er svolítið framlegging af fyrri hálfleiknum. Þeir keyra hraðaflöfinn og keyra það vel. Varnarleikurinn okkar á bara ekki eitt einasta svarið honum. Rosalega lengi að snúa við, alveg ótrúlega. Rosalega. Jón Bjarki upp í skot. Þetta er sára einfalt.
Já, hérna. Þarna fer bara Jón Bjarki bara upp eftir 3 sendingar og bara upp í skot. Það er svona eiginlega orðlust. 18-12. Koma nú Eiríka. Nú er þessu við fyrir okkur. Vel gert Gunni. Vel gert Gunna. Við sjá það að þetta er samt bara einföld binda og algjörð einstaklingsframtak. Algjörlega. Þannig að ég er ekki viss að það sé lykillinn að árangri í þessum leik. Við verðum að nýta alla 6 leikmennin í sóknunni. Það væri hætt með Karabatic en ekki... Koma svo strákar, akkur hætti að sækja. Guðni segir Gústa að koma sér fyrir hann á miðunni. Stilla þér upp, þeir eru komin í 6-0 vörn. Ég held að það sé bara jákvætt. Já. Já, hérna. Og nettur hettistípill á þessu. Lengi er von á einum. Vonandi er þetta snjört yfir því sem koma skal. Heppnin verði með okkur. Heita því sem er að koma. Við þurfum sannarlega á henni að halda. Ekkert á þetta, Raggi komið fram. Raggi keyrðu á þetta. Þetta er bara víti. Raggi verður að keyra inn í færið. Hann er að leita reyðari sem er langt undan að velli, svo að keyra bara sjálfur gegn að fiska víti. Algjörlega glórulust Ragnar. Raggi veit að manna best. Í þessu þá verður hann bara að keyra beint í færið og helst fiskan út af. Já. Að hikar að tapa eins og þið segja. Hikar að sam og tapa. Já, það er hárið þetta. En hérna, já. Við fáum núna mark Tryggvi og mínkunna niður í 3 mörk. Já. Við erum alveg sannfærðir um það. Tröll að trúa á þeim. Kemur Jókar-hreyfingin hérna. Jón Bjarki. Þetta. Kemur Bjarni og Villi. Eða Raggi ætlar að sækja. Heyrðu nú. Raggi fer í gegn og skorar. Vel gert Raggi. Þetta var mikilvægt. Góð mark að sé Arnóri. Alla þekkjum við hann. Algjörlega. Eitthvað amar að Ragga því hann baði skiptingu. Já, löppin er greinilega ekki að halda. Við höldum áfram að taka Tandra út. Ég held að sé rétt ákvörðun. Hvað segir þú? Ég held að hárrétt ákvörðun. Hann dregur svo mikið til sín sem drengur. Og Sverrir. Náðu þessu! Náðu þessum bolta. Hreiðar. Skuttla sér á boltan. Það átt að taka Súfimenn á þetta. Fyrir að ná hún. Glæsilegt mark hjá Þórólfur Nílsen. Þetta var mjög vel gert. Alveg flatur Gústi. Þetta er það sem hann gerir best. Það er þetta undiröldaskotinu á hann. Jæja. Jónatan. Jón Bjarki. Jónni. Aftur hettismark. Þessir örfindu, það var smá hérna Lukkudísinnar leika við Jónatan. Já. Það er verst að ég heyri ekkert í sjálfum mér, þannig að ef ég er að bladra eitthvað þá segir bara stopp. Þetta eru alveg skelfilegar aðstæður sem við búum við hérna. Þá heyrist ekki mannsins málinn inn í húsinu og jó! Nei, veistu það, núna Gústi verður að taka sig á í vörninni. Línumæðurinn gjörsamlega er með hann í vasanum. Já. Hann er bara, þú verður að keipa hann út á og tala betur við hann. Já, ég spá því að Máni var að gera sig klára hann. Hvað, er Máni meiddur? Ég veit ekki hvað er á hann. Máni er bara nánast ekkert búinn að spila. Tekin út eftir 10 mínútur. Jón Bjarki. Hreiðar. Nei, þetta er alveg rosalegt. Við verðum að nýta þetta. Þetta er ótrúlegt. Eini maður með viti hérna. Sjettur einn maður. Hvað eru menn í alvöruna að hugsa? Það er afsakað áhorfendur, nú erum við gjörsamlega að missa okkur hérna. Arnór
er eini maðurinn með vitin á vellinum. Hann er gjörsamlega að halda okkur inn í þessu. Það er 4 marka munur. Hann gæti verið 8 mörk ef Arnór væri ekki búinn að verja þessa bolta. Hann er verið að taka hérna 4 dauðafæri, 1 á móti manni. Þetta er alveg glórulaust og nú verðum við eiginlega bara... Við erum að tala meira eins og þjálfari en hérna... Lýsir. Það verður bara... Jæja. Við erum bara ósáttir, Tryggvi. Það er bara þannig. En... Þetta er alltaf koma. Og það kemur. Kemur Þórólfur á þetta. Gott, Gústi. Þetta er bara gott, Gústi. Þetta er hárið. Jæja. Kemur Eyjólfur. Vel gert, Arnór. Arnór er alveg að stórkosta leik. Sétturinn! Hvað er að gera? Menn eru algjörlega hauslausir inn á vellinum. Kannski þarf að kæla eitthvað. Ég veit það ekki. Áfram, áfram, áfram. Þetta er alveg ótrúlegt. Jæja. Þetta er alveg ótrúlegt. Nú horfi ég bara niður á varmannabekkin og leita eftir svörum. Þetta er hætta. Það er hætta á þessu. Nú eru menn fannir að pirra sig ofsalega mikið. Ég sé það bara inn á vellinum. Þetta eru bara heppnir og ekki víti. En hvað finnst þér, Brynjar? Finnst þér ekki vera komin tíma á smá breytingu? Jú, Sóknarleikurinn er algjörlega út í korti og uppfullur af einstaklingsframtæki og við verðum núna að fara að nýta bekkinn okkar. Við erum hérna með Þorgrím, við erum með Davíð, við erum með Mán ennþá á bekknum. Ég verðum aðeins að... Ég veit ekki alveg hvað er í gangi. Með síðustu 5 mínútur þá er alveg tilhengið þess að það var að rótera sko. Hættan er líka svo að menn festist í þessu og menn hafa gott að því að koma aðeins út að horfa á þetta og koma svo bara aftur inn. Já. Reynsla sýnir að koma menn yfirleitt sterkari tilbaka. Já, bara aðeins að kæla suma hérna. Veit ekki hvort að menn séu stressaðir eða bara það gæti verið yfir spenntir. Gæti verið, það er gríðarlega mikið af fólki í Austurberginu og þessi strákar hafa kannski ekki mikla reynslu að spila fyrir þeim áhorfandi fjalla en við treystum á hungrið. Treystum að það. Treystum að kredduna. Kemur Eyþór, Þórólfur, keyrir í gegn og skora bara. Já. Það vantar allan pungina. Pungurinn í horfin. Ok. Kemur Davíð inn á fyrir Jón Bjarka. Máni fær hann að gera sér kláran í skiptingu. Guð minn almáttur. Jæja. Þetta er bara skref. Arnór gjörsamlega étur þetta. Guð sé lof fyrir Arnór, segir hún bara. Og ennþá reynum við einhverja línusendingar út í lofti. Og enn heldur það áfram. Þetta er algjörlega út úr korti. Ég held svei mér þá að við verðum að taka leikli. Já. Það eru engar lausnir í sjónmáli, sóknarlega. Því miður. Og Arnór búinn að verja alveg eins og geðsjúklingur í seinni hálfleik. Á hérna stórleik en við erum ekkert að fylgja með. Enga veginn. 6 marka munur. 16-22. 20 mínútur eftir. Menn þurfa að vinna fyrir hvern annan. Siggi lokaðu með. Aftur fer hann í gegn. Ég vil sjá Sigga loka með Jónatan. Ég vil freka fá færið þarna úr horninu sko. Kemur hérna Villi sem kemur að klikka víti. Ég horfi hérna framan í okkar menn og þeir eru fattir að hengja haus. Það má ekki svona þeir. Já! Wow! Fær boltan í andlitið. Þetta var ekki Þetta var í skot. Þetta var ekki smá negla maður. Þetta var gríðarleg negla. Það fekk hann beint í farmann. Arnór hoppaði upp. Þetta var bara Villi naglbítur sko. Villi naglbítur, hann er búinn að vera að grýta á hausinn. Þessi var góðbunni. Þar hittur naglan á höfðinu.
Ég veit ekki hvað væri Máni. 16-12. Það kraftaverki líkast að við erum ekki lengra frá. Þetta eru bara 6 mörk. Við erum að tala það og við veitum það á seinasta leik að það að hægt en það þarf virkilega hugarfarsbreytingu og eitthvað í útörn. Bjarki kominn inn á. Og skiptar vörn stjörnumennir, Þeir klippa Guðna út og verður Reyðar að koma með. Vel gert Davíð. Vel gert Davíð. Nú kemur þetta. Ég hef fulla trú á því. Við erum að taka 2 umferð. Það gekk vel síðast. Ég er mjög ánægð með þetta. Ég er ánægð með þessa ákvörðun þjálfarana. Við verðum að gera eitthvað. 5 marka munur og hitt hefur ekkert gengið. Hjálp. Þetta snýst ekki neitt hana. Ok. Af hverju? Hann klemmir hann sko. Það jafn ekki honum að kenna á Reyðari, jæja. Reyðar rekin út af 2 mínútur. Þetta bara alls ekki það sem við þurfum á að halda. Við höldum áfram að klippa út. Það fer Guðni ekki niður. Þeir missa boltan. Ok. Ég reynilega veit ekki hvað hann var að dæma. Hann bent á sjálfan sig. Arnar dómari. Dæmdi línu, Bjarki kominn á miðjuna. Við erum með 1 færri, það er alltaf erfitt. Það er lengi von á 1, koma svo. Broti á Bjarka. Guðni. Róta margir örfyndir inn á. Bjarki á miðjuna. Þeir klippa spila þess framar á Davíð. Skiljanlegt. Og fríkast. Þetta er erfitt eins og ég segi, við erum 1 færri. Davíð með skot á mark. Við skorum samt. Auðvitað. Davíð Georg koma sterkur inn hérna. Davíð Georgsson er að stígu upp. Það er virkilega vel gert. Við erum að sjá þessu hugarfarsbreytingu sem þarf til þess að ná þessum munur upp. Það er 4 mark. Þetta er 4 marka munur. Þetta er 4 stiga leikur. Það gerðist þarna. Það er víti. Hvað, datt hann á fæturnar á hóndamanninn? Ég sá þetta ekki alveg gera. Ég sá ekki hvað gerist. Það er dottinn á fætur. Og það er Ólafur Sigurgeirsson að gera sér tilbúin til að koma inn á. Hann hefur oft komið með kraftinn í leikinn. Óli er líka barðu hundur. Máttu nú. Jæja. 18-23. 5 marka munur. 13 undirbúnir að þessum leik. Óli er ekki að klára hann til að koma hérna eftir 7 sekundur. Fyrir það í hornið. Máni leysir inn. Davíð. Bara peysutók. 2 mínútur. 2 mínútur. Hann er komið rauðspjald. Við þurfum nákvæmlega á þessu að halda. Þetta er 3. brottið sem hann fær. Hann rekur Elvar Örn Jónsson út af. Hann er útilokað frá leiknum. Hann var rautt spjald. Já, 3. brottið sem. 3. brottið sem. Þökkum honum kærlega fyrir. Við erum búin að standa þessi ágætlega. Takk fyrir þetta. Og þá erum við einu fleiri að sjá hvort það hjálpa okkur eitthvað. Það er ekki hjálpa okkur mjög til. En við vonum það besta. Davíð kemur hérna júkaklippingin. Guðni klippir Bjarka inn. Davíð. Óli hornið á Óla. Gefur hann og við missum bolta. Þetta er tvígrip. Það er rétt. Dómararnir með þetta alveg á hreinu. Þeir eru stáðdrengir þessi menn. Hárréttur dómur. Hárréttur dómur. Hann bendir á EHF-merkið. Sem er hérna á stólnum. Glatið okkur ekki svona. Erðu. Bjarki. Davíð. Þetta er bara góð völd á Villa. Hann les þetta. Við erum að fá rafli við baki á okkur. Jésús minn almátt. Arnór er bara að fara hamförum hérna. Kottur ekki. Já!
Við þökkum Arnóri. 19-23, Raggi skorar. Við þökkum Arnóri Þeir stoppa leikinn, það var að þurrka gólfið hérna. Það er allir að blotna hérna í húsinu. Þetta er að vera leikur, 4 mörk, 15 mínútur eftir. Það er alltaf flott í allstaðar. Við þurfum að fá góðan kappa núna, Tryggvi, og fá bara alveg leikina. Algjörlega. Og ekkert bull. Algjörlega. Þetta er unningur! Þetta er glæsilegt. Ég get ekki annað að fagna þessu. Nú þurfum við bara að sýna öryggi í sókninni. Nei, þetta er hárrétt. Villi vill meina að það fari út af. Það er bara rátt hjá honum. Villi sér ekki neitt. Við erum í besta færinu hérna. Nei. Spilum við þetta. Eiríkar í sókn. Guðni. Bjarkinn á miðju. Klippi Guðna. Þetta er mark! 20-23. Glæsilegt mark. Og við skorum mörkin. 16 mínútur búnar að þessum leik. Og 3 marka munur. Þið verður bara að afsaka það, ég er búinn að skrifa þetta fullt af skemmtilegum punktum á blöði, ég bara má ekkert vera að tala um það, þetta er svo spennandi. Það er hundleiðileg. Eyti miklum tímum gærkvöldi til að fara við tölfræði. Gamla leikmenn í þessum liðum, nú kemur hann inn. Þetta er bara vel gert. Skelfilegt skot. Við erum ekki með skráðan hvað hann er með mörg varinn skotan Arnór, ég held að það sé komin yfir annan tuginn. Arnór er alveg búinn að vera til fyrirmyndar en það var hann að koma úr fermingaveislu. Hann getur ekki fengið betri undirbúning. Það hlýtur að vera duglur að geta. Víti! Við fáum víti. Þetta er að snúast með okkur minni. Ég held það. 23. Ef hann skorar úr svo víti. Hann tekur það sjálfur. Sjáum að Siggi er komin aftur í hægra hornið. Það er svo mikill háaði hérna í húsinu að ég bara... Já, getur orð. Davíð, hvað er nú með það? Setta bara inn. Ætla að hausa hann aftur. Smelti bara í ennið á hann. Svavar er eitthvað að tala við dómarann. Hann getur ekkert gett í þessu. Hann ætlaði einfallega að setja hann á hausinn á honum. En þetta verður að fara inn binni, ef við veitum að vinna þennan leik. Já. Ok, áfram. Keyrðu Gunni. Siggi! 21-23. Þetta er leikur góður áhorfendur. 2 marka munur. Við sjáum það, við tökum það 2 umferð. 13 mínútur eftir. Arnór öskrar á áhorfendur og nú þurfum við áhorfendur með. Strákarnir þurfa stuðning. Þið þarna heim í stofu viljið gjöra svo vel að spenna greipar. Eða bara standa upp á sófanum og drífa sér niður til. Það er kannski svolítið erfitt fyrir þá sem eru í erlendis. Það er kannski erfitt. Þessi seinni hálfleikur er búinn að vera svona blendinn. Mjög svo. Ég var eiginlega bara alls ekki nú ánægður með fyrstu 14 mínúturnar. Við erum búin að ná þessu niður í 2 mörk hérna. Við virkilega til fyrirmyndar. Eftir við breytum vörninni, tókum 2 út, þá erum við búin að vera þokkalegir. En Arnór er gjörsamlega að halda okkur á flot í þessu leik. Það er bara ekkert flóknara en það. Það er alls ekkert flóknara en það. Hann er gjörsamlega búin að halda okkur inn í þessu leik. Varnarleikurinn. Lala. Ekki góður, segi ég. En við köllum á breytingar, þannig að miðbygg setna á leik, svo við fengum þær. Við vorum bænherrir. Varnarleikurinn er núna allt öðruvísi. Ég held að við komum til með að sigla þessi höfn. Þeysir hérna Sverrir inn. Nei. Keyrum á það. Við þurfum að fá hann er komin í gegn og skor! Það er þetta sem ég er að tala um! Góðir áhorfendur! Þetta er punktur! Það er nákvæmlega þetta sem ég hef búin að vera að kalla eftir hérna. Nákvæmlega þetta. Það eru hérna bara klessan. Þetta var kless.
Æja, þetta komið þér í 1 mark góðir áhorfendur. Ég svo algjörlega með það á kristaltær að þetta mun falla okkur í vil. Koma svo áfram strákar. Við megum ekki fá okkur 2 mínútur, það má alls ekki. Þeir skora hérna línunni, hverju skorar? 22-24, stjörnumennirnir skora líka. Nei, gengur frá honum, þetta eru beinustu 2 mínútur. Þetta er bara glórulaust brot. Beinustu 2 mínútur, það er hárrétt í það. Þetta er algjörlega glórulaust. Og svo er hann að leikmanni númer 11 fyrir sem heitir Jón Arnar Jónsson. Ykkur var hann að búast. Það myndi ekki á 2 mínútur. Villi getur nú ekki verið að tala. Ég sé það á varalestrinum að Villi vill meina að Davíð hafi íkt þetta. Það er bara svo kolránt. Hann veður beint í spjettingina á honum og neglir hann niður í dúkinn. Þetta var bara árás. Nú þurfum við að nýta þetta. Við þurfum að nýta þetta. Ég fer fram á við jöfnum núna á næstu 2 mínútum. Koma svo, áfram í Davíð, Bjarki. Þetta er rétt! Þarna þekkjum við heimsliðsbannið okkar. Þetta var mjög... Góðan daginn. Þá erum við einu fleiri, tökum 2 út áfram. Nú verðum við að nýta meðbyrinn. Leið og við jöfnum hennar leik, þá verður allt vitlaust í húsinu. Stjörnumenn hörfa. Ég er að reyna að sjá Rólandur í stúku, hann er staðinn upp, hann er komin upp á svalir. Davíð reynir gamalt tricks. Ég hef aldrei séð þetta tricks virka. Gamli reynir að fiska ruðning. Ég ætla ekki að leggja mat á þennan gjörning. Eyþór, Nei. Koma okkar með. Ekki frá því að blóðþrýstingurinn aðeins að hækka hjá mér núna. 23-25. Já, þetta eru hættulega sendingar. Villi er klár að taka þessar línusendingar. Hann er með miklar og stórar lúkur. Óli fyrir. Já! Áhorfendur, hörðu að afsaka það. Við hefum erfitt með okkur hérna, við klöppum bara. Við langar hreinlega að taka undir lagið bara líka. Það langar bara að syngja með, það er rétt. Það er einsmarksmunur, vel gert hjá Óla. Kemur sterkur inn í þennan leik. Klipping. Nú er Gummi kominn inn á. Hann er seigur. Það kemur svolítið óvart að þeir eru ekki búin að nota Gumma meira í þessum seríu. Hann er meiddur í öxlinni. Segir Benni. Ok, kemur Bjarki á þetta. Þá eru við jafn margir. Nú verðum við líka að sýna smá reynslu. Stilla upp og jafna þennan leik. Algjörlega. Og við gerum það, Þorfi. Við öfnum þetta. Það eru 9 mínútur eftir góðir áhorfendur, einsmarksmunur. Óli leysir inn. Guðni, Bjarki. Dæmir Óli á blokkeringu. Keira aftur. Við megum ekki fá okkur þessi raðaflöp. Höldu áfram að taka 2 út. Ég er farin að naga penna minn þetta. Siggi. Þetta að glemma sér Herðu. Nú, jæja. Ólileg skipting. Umsjónarmaður okkar hérna, Íringa á bekknum. Það er fljótur að taka til þessu. Ólileg skipting. Villi inn á. Eða var það Tandri. Íringa á boltan. Þetta er glæsilegt. Þetta er allt við þurfum. Við þurfum að fá allt með okkur núna. Dómararnir eru alveg með þetta á hreinu. Villi getur ekki verið að malda í móin yfir þessu. Ég veit eiginlega ekki hvað hann er að reyna að segja. Ég veit ekki hvað þeir eru búin að dæma þetta. Þeir geta ekki skipt. Þetta eru dáðadrengir. En þeir verða að kunna að taka dómgæslu. Við vonum bara að þeir missu hausinn og
Villi er að missa hausinn. Nú er hann búinn að manda í móin núna í allavega 40 sekúndur. Af hverju gefa þær ekki 4 mínútur? Ekki hugmynd. Þetta er alveg gjörsamlega óskilja. Og eftir hverju eru dómararnir að bíða? Ég veit hreinlega ekki eftir hverju að bíða þegar þetta vera löngu búnir að reka hann út af í 4 mínútur. Sjá það að Rappi er bara að draga út hérna bekkin hérna á hliðinni. Ég hef bara, það er geðveikt að sjá þetta. Það er gjörsamlega tróðfullt Austurberg. Ég var ekki maður að taka eftir þessu. Ég tárast hérna. Ef þetta heldur svona áfram. Já, ég fæ netta þeining en ég er ekki greinarskjóða. Víti. Ekki rauningur. Nei. Guðni. Við erum svo óöruggir eitthvað í sókninni. Við verðum að sína meira öryggi, við verðum að sata kassan út, við erum einum fleiri. Áfram ég er. Svolítið örvandingi þessu, en við vinnum boltan. Koma ég er. Komdu, náðum. Æ. Gríðarlega mikilvægt að fá ekki 2 mínútur. Víti. Ég á ekki til orð. Jæja, við verðum að nýta það þegar við erum einum fleiri. Við erum bara ekkert að gera það. Er það bara ég eða er þetta alltaf svona í handbolta? Tandri Arnór. Tandri. Það skorar. Við erum að berja okkur saman. 8 mínútur, 7 mínútur eftir þessum leik. 2 marka munur. Verðum að nýta það að vera einum fleiri. Íeningar styðja sína menn. Sjá hvað gerist. Strákarnir eiga að drekka í sig andrúmsloftið og njóta þess að spila hérna. Þetta er bara alls ekki það sem við viljum sjá, Davíð. Æ. Ég veit ekki hvort að það er, já. Sýndi þess að ég hreint í baki á Mána en þessi sending var alveg glórulaus. Glórulaus sending. Þetta er skref. Skref. Góð vörn Máni. Bjarki hjálpar. Við erum að hjálpa hana. Jæja, þá kemur leikmaður Stjörnar inn á. Erum með fullskipa lið. Þetta nýtist nú ekki alveg. Stöndin. Stöngina. Óli kemur á ferðina. Máni róar þetta niður. Ég er svo sveittur í lónum. Já, ég er algjörlega samanlega. Ég er alveg... Það er hann blautir pappírandir. Þetta er vel gert, Gunni! Náðu þessu! Þetta er rétt! Hvað er nú? Hann fær högg á andlitið að Óli eftir að hafa hoppið við boltan. Við vorum heppnir hann á frákastinu. Gríðarlega heppnir. En þetta var vel gert hjá Guðna. Hann spilaði Mána vel upp hann á línunni. Máni hefði mátt nýta það. Já. Já. Komur að klippa Guðni út hérna. Davíð, Guðni, Bjarki, finnur Mána. Þetta er bara 2 mínútur. Nei, þetta er ekki 2 mínútur. Jú. Þetta er einnig góður varnarleikur. Jæja. Óli komin í gegn. Strákar! Egmann. Þetta er vel gert hjá Guðna. Guð mig góður. Gott frákast hjá Stjörnunni. Við hefum átt að fá marka þarna, en þetta eru 2 mörk og það er allt taktífs ennþá. Rétt tæplega 5 mínútur eftir, 24-26 fyrir Stjörnunni. Nú verðum við bara að halda eina vörn. Stjörnum en þeir bara þora ekki að koma inn á.
Hann bara lappar í gegnum þetta. Það voru ekki eins og snöggar hreyfingar. Þetta var ekki flókið. Kemur Óli. Ekki alveg hvað að gerast þarna. Já, þetta ruðningur. Ég ekki sammála þessu. Æ. Já. Af hverju sóknarleikurinn okkar svona minn? Ég veit það ekki. Hann að fara að gera með taugaveikla þessu sóknarleikur. Algjörlega. Hann að gera út af henni. Guðrið að fiska boltan. Það eru 3,5 mínútur eftir. Við erum 3 mörkum undir. Þetta erfitt. Guffi heldur á spjaldinu. Við verðum að fá hraðaflöf núna. Ég vil panta hérna einn varinn bolta. Ef við fáum hana bolta. Svo vil ég bara fá hraðaflöf og fyrsta tempóð. Það er ekki seinna en eftir svona 5 sekúndur. Villi dregur vagninn hefur verið Stjörnuna. Kemur sterkur inn í sóknina. Og kemur þeim með 2 mikilvæg mörk í röð. Það gæti fleiknin bara í úrslitin. 3 mínútur eftir og 4 mörk. Við verðum bara að fara í þessi færi. Vel gert, Davíð. Davíð skorar. Það að fara þetta. 3 marka munur, 3 mínútur eftir. Við verðum að spila svolítið bara stíft á þá. Og í guðanabænum ekki láta Vilhjálm lappa svona fram hjá okkur. Tandri fær boltan, viltu sleppa. Við megum alls ekki missa leikmannavelli. Nei. Við verðum bara að halda pressunni og pressa á því erfið skot. 2,5 mínúta. Þetta alveg með indæmingu. Herðu, hvernig fór hann að þessum? Hann bara vippaði yfir. Falinn myndavinn. 2 mínútur! Já, hérna hér. Þetta spilast með okkur? Já. Já. Vinni, ég verð að segja að mér leið betur í seinasta leik þegar ég heyrði í sjálfum mér. Já. Ég heyri alveg ágætt í mér. Já. En Tryggvi... Ég veit ekki hvað skal segja. Það þarf alltaf að ganga upp í okkur. Já, það er algjörlega saman við. Það eru 2 mínútur. 2 mínútur eftir erum 3 mörkum undir. Og ég ekki að taka leiklið. Við verðum að taka áhættu núna. Hvað séu? Við verðum að taka áhættu. Já. Við verðum bara að sækja í það færi sem við fáum. Við veit ekki hvort að... Já. Áhorfendur hugsa sér þetta, af hverju tala ekki meira í mikrofóninu, það er bara að ég heyri ekki neitt. Við erum bara að hugsa. Hvernig, Binni, vissu þú það? Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, hann spilaði með Stjörnunni. Já, ég vissi það því. Hann spilaði með öðrum flokki. Já, ok. Hann spilaði með annan flokk. Gat hann eitthvað? Er hann inn á leiknum í dag? Bjarni? Nei. Það er bara hreinlega að sé það ekki. Stóri efast það. Þess að þetta er gaman að skella svona áður við ljúkum leiknum að Óskar Bjarni Óskarsson, aðstoðarþjálfari landsliðsins, hann spilaði með liðinu 1996, skoraði 2 mörk í 8 leikjum. Jæja, koma svo. Við þurfum á öllum lögkutísum að halda hérna. Þetta er bara vel gert. Óli kemur inn og skorar.
Tveggja marka munur, rétt tæpar 2 mínútur eftir. Jæja. Og við erum eiginlega, já, við erum einu fleiri næstiða sem eftirliði leiksins. Fyrir utan einhverja 10 sekúndur. Hvað gerum við hér í þessari? Stoppa Villa hérna. Látum Villa ekki. Til í allt með Villa. Hóttur. Þetta er... Hvað ertu að gera, Guðni? Hvað ertu að gera? Rosalega klaufalegt, Guðni. Þetta er glórulaust. Það eru 2 fyrir framan hann. Það þarf aldrei að gera þetta. Það er 1,5 mínúta eftir. Þetta var dýrt. Jæja. Ég veit ekki hvort við erum ósanngjarnir en þetta er ekki alveg það sem við þurfum á að halda núna að spila hérna seinustu 1,5 mínútur einu færri. Nei, við erum ekki einu færri, við erum jafnir. Við þurfum bara að nýta okkur þetta. Jæja, sjáum hvað gerist. Ég er að missa heyrnina hérna. Hendir er komið niður. Við fáum nýja sókn inn á stjórnarmennir. Villi dettur. Þetta er bara skref! Komið á þetta. Óli! Máni. Skorar! Þetta er mark! Það er lengi von á einum góður áhorfendur. Það er 1 mínúta eftir. Mér finnst eins og við séum hérna bara aftur í mýrinni. Þetta er bara sama hérna. Það er alltaf verða vitlaust. Jafn margir hérna, Eyþór kominn að miðjuna. 3-3. Eyþór kominn í gegn og skorar. Hvað voru menn að spá þarna? Hvað var Máni að gera? Hann gleymir sér Bjarki og yfir. Jæja, þar fór það. Við erum að fara að spila í annarri deild á næsta ári. Enn eitt tímabilið. Menn eru bara hættir. Þetta er bara búið minni minn. Það er bara þannig. Já. 2 marka munur hérna. 15 sekúndur eftir. Siggi kemst í gegn. Skorar. Pressa. Halló, stoppið í tíman. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Já. Þetta er staðurinn. Tryggvi. Töpum hérna á heimavelli fyrir Stjörnunni í undanúrslitum í umspili. Já. Og ég verð bara að segja að Tryggvi að þetta er bara verðskuld hjá Stjörnumönnum við leikinn hjá okkur í dag. Við vorum ekki að spila nógu vel. Það er algjörlega satt hjá það bara inn í þetta. Stjörnumennir, ég verð að segja með fullri virðingu fyrir okkar mönnum að það hefur verið mjög ósanngjarnt að fara með sigur og Hólmi þetta. Já. Stjörnumennir voru allan tíman miklu ákveðnari og því miður mættu okkar menn bara reynilega bara Viðtal. Ægir er hann niður á gólfið og láta taka viðtöl. Í móti þér álag bætandi. Aðtöðu hvað Áli segir. Já. Snöggt viðtal. Já, snöggt. Segðu mér, þetta er náttúrulega, þetta er mjög sárt og allt það, en hvað er það sem skildi að hér í kvöld? Við bara byrjuðum ekki leikinn þegar leikurinn byrjaði. Spiluðum bara fínan handbolta aðeins í seinni hálfleik. Bara mættum ekki með haus held ég. Stress eitthvað, ég veit það ekki. Bara lélegt. Voru komnir þarna 5 mörkum undir, en verðið síðan aggressífur og náðu að koma tilbaka. Hvað já, það er náttúrulega alltaf erfitt að vera að koma tilbaka þegar kannski orkan er ekki mikið. Tegum miklu orku, en við náttúrulega bara byrjuðum að spila handbolta þegar við vorum lendir ykkur 5-6 mörkum undir og þurftum að fara að taka sensa, en þegar á reyndi þá vorum við bara ekkert að spila handbolta. Það var bara lélegt. Vörn og sókn. En svona ef við tölum tímabilið sjálf, bara svona hvað hefur að segja tímabilið í heilsinni og hvað sérðu fyrir næsta tímabil? Já, ég meina, það er alltaf mjög betur en seinast tímabil, en við spilum nokkra leiki sem við eigum að vinna og klúruðum algjörlega og við hefum bara átt að taka fyrsta seti og við hefum átt að taka þennan leik í kvöld. Ég veit ekki hvað þetta var bara lélegt. Þakka kærlega fyrir.
Já, ég veit ekki hvað Óli sagði þarna en þetta náttúrulega hrikalegt og þetta eru gríðarlega vonbrigði hérna fyrir leikmennina. Gríðarlega vonbrigði. En það var allt tímabil undir hérna í dag og menn eru búin að æfa hérna stíft í allan vetur. Þá var það búið. Það var búið. Jæja. Spurning hvort að tökum kannski eitt. Fínt að þetta sleppum bara þessu öðru viðtali. Við þurfum hratt yfir þetta þá voru menn bara ekkert mættir. Alls ekki mættir í þennan leik og stjörnuverðinir voru miklu ákveðnar í þessu leik og áttu þetta fyllilega skilið. Það er of seint að spila handbolta þegar það eru 5 mínútur eftir og 6 mörgum undir. Það er bara þannig. Já, sko. Já, það er alveg hárrétt hjá það, Brynjar. Við byrjum ágætlega en úr stöðunni 8-8 þá missum við það frá okkur og við erum alltaf að elta á alla leikinn. Og það kostar bara mikla orku og fannst bara eins og menn voru bara sprungnir á limminu. Bæði út af stressi og einhver öðru. Já. Jú, ég held við ættum bara að kvötta á þetta. Það er lítið hægt að segja við þessu, ég renni ekki að segja brandara núna. Þökkum bara kjálfur okkur og... Já. Og eitthvað bara... Vonandi gerist eitthvað í framhaldinu. Þetta er ekki endir alls. Nei. Við bara óskum stjörnunni góðs gengis. Við þökkum hérna... Þökkum Davíð fyrir. Og Ægi. Og Fjölnir TV. Bara takk fyrir hjálpina og alla pakkan. Takk fyrir okkur.